saman að rauðaborðinu á laugardagsmorgni þá höfum við það sem við köllum helgispjall. Fáum hingað gest sem að segur okkur eitthvað frá sér og leyfir okkur að spegla okkur í sér, eins og sagt er. Og hérna er kominn Árni Pétur Guðjónsson, leikari. Já, takk. Og meira en leikari, þú ert bara leikari ársins. Já, akkurat. Til hamingju með það. Já, akkurat. Varstu hissa að vera valinn leikari ársins? Ég var tilnefndur fyrst, sko. Já. Og þá var ég út á Spáni og fékk bara símhringingu frá Berlín. Já. Leikstjórinn sagði mér ég væri tilnefndur í flokki aðaleikara og það var alveg nóg. Já. Og svo var Gríman sjálf. Já. Og Þú ekki? Ég var, þú veist, það var eitthvað svona, einhver tilfinning fann ég. Og en ég var á Spáni. En þú gæst ekki setið í salnum með tvær ræður í vasanum? Nei, og ég vildi ekkert horfa, ég er svo mikið, með svo lítið hjarta, ég vildi ekkert horfa á Grímuna. Þannig að litli bróðir spurði, hann var með mér á Spáni og spurði, eigum að horfa á Grímuna? Og ég segi, nei, við fá glæpamynd bara, glæpamynd. Svo horfðum við á glæpamyndina og það var síminn var eitthvað í gangi, þannig ég slökkt á símanum líka. En þannig að svo, hann hafði opinn síma, þannig að hann tilkynnti mér að stoppaði allir myndina. Þetta var æðislega gaman. Já, en ég spurði svona að það er náttúrulega alveg sjálfsagt að þú sértu leikari ársins, en að því að þú ert búin að vera svona mest leikið í svona jaðar. Já, eins og dóttir mín segir, I'm the grand old man of Icelandic experimental theatre. Já, þú ert það, ekki? Jú, ég er búin að vera lengi. Og ég var nú sko í Borgarleikhúsinu í fastráðum þangað til árið 2000 og þá hafði Gíó sem var þá leikstjóri hafði vitað að henda mér út því ég var svo latur, ég nefndi ekki neinu. Og það var sko draumur mig þegar ég samþykti það að verða sko fastráðin í Borgarleikhúsinu, þá var mér boðið eiginlega sko litla sviðið og það væri grúppa, við myndum stofna leikhóp á litla sviðinu og ég ætti að vera sko svona þjálfari og leikari en sjá þjálfun leikarana líka því að þú veist ég er líka leiklistakennari og mér langaði ofta það var svo ofta í svona stofnarleikhúsum að leikara sérstaklega eftir að komast á vissan aldur þá er þið bara afskiptir þá bara enda þið hægt og rólega bara deyja hægt og rólega og en af hverju? Af því þeir ekki notaðir er ekki til hlutverk? Sko leikhús eins og segir svo segir bara Shakespeare þá ertu kannski með 10 unga menn þú ert með einn eða 2 gamla menn fyrir Lear konung já, og svo ertu með gamla konu og svo unga stúlku það er kannski 2 kvenhlutverk og kannski 2 hlutverkur gamla fólki þannig að þú veist, að þegar ertu komin á þann aldur að þú ert milli svona 40 og 50, 60 þá er ekkert mikið hlutverk fyrir þig En ef þú ert upp á sviði og horfur út í salin að þá er gamalt fólk. Ég veit það. Eða má vist ekki segja gamalt fólk ef það er eldra fólk. Jú. Það er oft talað, heyrðu, hvernig er salurinn? Já, hann er mjög grár og þá er það bara gráært fólk. Og það fólk, það er ekki byrjað að semja fyrir þetta fólk? Jú, þetta er aðeins byrjað. Og ég er nú alltaf verið svo heppin, ég alltaf verið upp á réttum tíma. Já, og að sko það er eins og þetta ég fæ núna Grímuna ég hugsa ég sé elstu sem hafi fengið Grímuna er raun og veru fyrir aðalhlutverk já fyrir aðalhlutverk næstum því og og ég er að fara í 2 verkefni núna næstum því og ég er búin að vera í nokkrum verkefni það sem er þú veist ég er ráðinn hreinlega af því ég er eldri það er enginn að bjóða þér Hamlet nei en ég er að bíða eftir Lear konungi ég ætla að leika Lear konung en ég veit ekki hvernig ég geri það ég býr nú með Portugala sem er mjög snobbaður stundum og rosalega mikið fyrir hann er 9 árum yngri en ég mikið fyrir svona klassíkina og hann segir af hverju leikur ekki Lear konung eitthvað svona Shakespeare ég segi jú, ég skal leika Lear konung ég verð nakin allan tíman þú verður að gera grein fyrir því og hann segir, en hvað þá með Tjekov leika Tjekov, 3 systur jú, ég skal leika Tjekov, ég leika alla systurnar 3 en það verður allar naktar af því ég hef ekki beint sko þú veist þegar ég byrjaði að læra út í Danmörku og vann í Danmörku í Kaupmannahöfn og þar var gjörsamlega mikið bil á milli klassíska leikhúsins venjulega leikhúsins og segjum innan gæsalappa og svo tilraunaleikhúsins sem ég var í og það var ekkert þar á milli
það var engin samgangur þar á milli. Kannski það ekki skiljanlegt að á þeim tíma ákveðrætti tilhörnar leikhúsið að setja upp gömlustykkin. Það var engan áhuga því. Það var svo margt sem að þurft að segja og fjalla sem ekki var í klassíkinni. Akkurat. Og þú veist, ég vissi ekkert hvað var að gerast í konunglega leikhúsinu. Hafði ekki hugmynd það og það kom mér ekkert við. Á Íslandi það blandað svo mikið saman kannski af því við erum svo lítil. En þarna, það sem ég hafði alltaf mest áhuga, hef alltaf haft mest áhuga, það að brjóta upp hlutina, brjóta viðmiðin og til dæmis að reyna að ná til fólks á annan hátt heldur en gert í stofnunarleikursunum. Þá þarfst að vita hvað í stofnunarleikursunum? Þá þarfst að vita hvað í konunglega? Já, í raun og veru, sérstaklega þegar ég kem hingað, þá þegar ég að hugsa það, sko, en þú getur ekki lifað á tilraunarleikursunum á Íslandi, þannig að Jú, svo þegar mér var bóðið samningur þá bara fannst mér, ég fæ að vera með í partíinu og þú veist, ég fæ að vera með og allt það. En var það ekkert af þessum leikhóp sem átti að búa til? Nei, þetta átti að vera sami leikhópurinn, sama sviðið í raun og veru og 3 leikrit. En þetta splittaðist eiginlega strax á fyrsta ári. Og svo fæ ég nokkuð góð hlutur og svo ég bara komin í það að leika 3. Norðurljós for hægri, eitthvað svona. Og þannig að pælingin hjá mér var bara hvaða inniskóa ég eiga, eins og sagt er. Þetta er svipað og Flossi Ólafsson líkti sínum leikferli svona. Já, og það var það fyrstu til að deyja. Já, það var æðislegt. Ég var mjög fljótur að deyja stundum. og ég stundum, þú veist, kíkti ég á handrit og sagði, ég þarf ekki meira heldur ég deyja þarna fyrir hlé. Þá þarf þetta ekki að hneigja því í lokin. Þannig að það var svona hugmyndafræðin. En hugmyndafræðin var að við myndum gera, sko, einhverja stórkostlega sýningu eða bara eitthvað sem ég var að vinna við úti í Danmörku. Já, en það hefur, er í leikhúshefðinni þetta að vera með leikhóp, að sama fólki sem setur upp ólík verk, að þá getur þú þróað eitthvað öðruvísi, heldur en ef þú ert alltaf að raða bara nýjum saman. Já. En það ekkert svo mörg dæmi þetta. Nei, ekki. Það samt svona vísið eins og, ég menna, myndur þú segja að Vesturport geti verið næstu því svona? Ég var svona allavega, já, nokkuð mikið. Svart og sigurlaust? Já, og Lablóki. Og Lablóki sem orðið ansi gamall? Já, sem ég vinn yfirleitt með síðustu árin. Já, en þeir eiginlega bara 2? Já. Með gesti? Með gesti og stundur sömu gesti, sko. Já. Jú. Þú og Rúnar Guðbrands. Já, en það er alveg rétt, sko. En svona leikhópar eru, sko, það sem leikhópar gátu þrifist á í Danmörku og út í heimi, það var blessað atvinnuleysir. Að þú gast haft halvan hópinn af atvinnuleysisbótum og þú hafði líka meiri styrki til þess að setja upp sýningar. Vera á sósíalnum eins og það. Já, vera á sósíalnum og svo hafði þú líka, sko, betri aðganga peningu frá stjórnvöldum. Ódýrar húsnæði, það var hægt að, þegar ég vann í Kaupmannahöfn, þá var ég kannski að vinna við að skúra á Landspítalanum 4 tíma og þessi 4 tíma borguðu mig jafn mikið ég myndi bara að vinna hérna í 10 tíma á Íslandi á dag. Þannig það var hægt að keyra þetta svona. En það var líka eitthvað í tíðarandanum þarna eins og þú ert að segja að það hefði ekki verið að taka upp klassíkina. Það var svona hugmyndum að heimurinn væri að breytast og þetta þú ert að segja að það verið meiri stuðningur á stjórnvöldum og ég held að sko stjórnvöld hafi talið sig eiga að styðja við svona grasrótarstarf hér og þar hafi verið miklu meira þá heldur en núna. Nú þetta eiginlega svona minni trú á því að það spretti eitthvað upp úr einhverju. Nú allir bara að reyna að komast inn í leikhúsin og meika það og verða uppgötaðir. Nei, þetta sko í Listaháskólanum þá Sviss höfundabraut sem búin að gjörbreyta íslensku leikhúslandslægi. Það hefur alveg komið alveg fullt af mjög góðum hlutum frá þeim sem að þróast, sko. Það sé svona róttækni það. Já. Og svipað þú var í nýlistadeildin í myndlistinni. Já, akkurat. Og svo þetta líka, sko, listir hafa þróast. Myndlistin hefur þróast fer úr, sko, realismanu yfir í abstraktið, til dæmis. Dansin hefur þróast mjög mikið líka og tónlistin mjög mikið líka. Leikhúsið stóð í stað. Það var ennþá bara good made play.
og það var búið að standa í stað, sérstaklega í Íslandi og þegar ég kem til Íslands þá gerði ég mér alveg grein fyrir því að þetta ekkert fyrir mig að reyna að skýra og tala leikhúsið út í heimi. Það er bara eins og að skýra út fyrir einhverjum blindum manni hvernig liturinn blár er. Því íslenski leikarar, þeir fóru út til að sjá sýningar úti sem voru eins og sýningarna sem voru sýndar hérna heima. Voru bara vestend. Já, þannig þau fóru ekkert að sjá eitthvað sem var að gera skemmtilegt eða ögrandi eða eitthvað. Og það er þetta staðreind þess að við segjum, þú veist að fólk sem fer í leikhús í dag, eða sem fór í leikhús þá, mjög mikið af því var eldra fólk sem vildi bara fá sjá sýningar, ekki hérna ögrandi sýningar. Og hérna þess vegna þú veist kemur mín kynslóð og segir þú veist þetta leikhús er dautt. Ég veit að kannski svolítið stórkallarlegt að segja það en hérna við vildum þetta gera annað leikhús og hérna vinna öðruvísi bara að því það var að gerast út í heimi. Myndlistin var að breytast, tónlistin var að breytast, þetta var alltaf að breytast en leikhúsi stóði í stað. Kannski vegna þess að við fórum ekki út og sáum eitthvað góða sýningar eða öðruvísi sýningar. En áhorfendur geta verið svolítið ítt. Já, þeir geta verið frekir. Allir það með svona klassísk tónlist hefur átt í erfiðleikum með þetta. Og einhvern tímann sagði ykkur það að þessi LP-platan hefði eyðilagt þessa tónleika því að eftir það gastu hlustað á symfóníur og konserta heima hjá þér. Áður var þetta bara LP, hvað heitir það, 78 snúninga plata sem var bara ein aría sem passaði. En þegar að LP-plata kemur og þú getur hlustað á symfóníur, að þá allt í einu mætir eldra fólkið á tónleika og vill heyra það sem að hlusta á heima. Já. Og eftir það að þá var eiginlega frumflutningur á nýjum verkum, og þetta er ekki bara á Íslandi, þetta er búið allan heim, verður bara svona stuttverk í upphafi. Já. Og svo er bara verið að spila gömlu standardana. Já. Af því að áhorfendurinn vill það. Það er erfitt að vera með, eða hvað, það er erfitt að vera með leikrit fyrir framan áhorfendur sem kannski vilja ekki það leikrit. Nei, en þannig að það komið svolítið grundvallar spurningu. Sko, besta leiksýning sem ég hef gert, eða besta sýning sem ég hef gert, það var bara upphafi þegar ég var komið til Íslands. Það voru 17 áhorfendur. Ég hef aldrei náð meiri tengingu, áhorfendur náðu aldrei meiri tengingu en þá. Þannig að við verðum að hætta, mér finnst allt í lagi að leika fyrir 20 manns eða 30 manns að því að þú veist, ég er ekkert að hugsa peningin. Ef þú stefnir að fullu húsi þá fórnaru frelsinu. Já, það er bara staðreind. Eins og þú veist að fá fullt af fólkinum á söngleikina að því það er gaman, þú veist að hverju þú gengur, það er engin ögrun í raun og veru. Þannig það er bara fínt. En að vera með sýningar eins og þú veist ég er með, að ég er svo heppin að ég á nóga peningum, þannig að mér er nákvæmlega sama hvað koma margir. Ég er að sýna fyrir þá sem ég vil sýna fyrir, sem ég held að hafi gott að sjá þessa sýningu, eða sem eigi eftir að skilja þessa sýningu. Það er aðalmálið og það er alveg nóg fyrir mig, fyrir þú veist, fyrir hina sem þurfa að lifa á þessu. En sko, stundum segi ég, þú veist, og þess að hneksla fólki segi, við erum ekki að blanda alltaf saman list og peningum. Það er tvennt ólíkt. Það var náttúrulega þegar þú ert að vísa í tilraunaleikhúsin á snemma á 8. áratugnum. Þá held ég að fólk var mjög meðvitað það að ef þú tegir eftir peningunum þá tapar þau frelsinu. Já, já. Þannig að þú verður eiginlega bara að gangi í gömlu fötum og hætta að fara til rakarans og sofa bara í beddanum hjá einhverjum ef þú ætlar að fá frelsi. Eða vera styrktur á stjórnvöldum. Já. Að stjórnvöld gerir sig grein fyrir því að þeir sem eru með peningana, skattgreiðendur, gerir sig grein fyrir því að þetta er mjög mikilvægt. Það við þurfum að búa til eitthvað mótvægi við það sem að peningandi búa til. Já, og það er bara, þetta er mjög mikilvægt, eins og við getum verið saman að lista er mjög mikilvægt í samfélagi, þú veist, ef við hefðum ekki listina þá var ekki, þú veist, ég veit ekki hvort að Churchill sagði það, þegar var að tala um að skera niður peninga til listar og menningu í heimsstyrjöldinni, til hvers erum við þá að berjast ef við erum ekki að verja listin okkar, menningun okkar. Þetta segir þú náttúrulega sem er búin að eyða ævinni í listinum. Já. Kannski eitthvað sem er að vinna á dekkjavegstaðinu myndi ekki segja þetta. Nei, við erum með tveim ólíkum. Hann er að sjá um það að bíllinn minn keyri
Skattarnir hans eru notaðir til þess að búa til list fyrir þig, en skattarnir þínir er ekki búið til dekkjaverkstæði fyrir hann. Já. Og það er svona... Já, en sko hann nýtur góðs. Hann gæti farið í leikhús. Já, hann gæti farið í leikhús og hann horfður þetta eins og, þú veist, ég lék í sjónvarsápu eða sjónvarsmyndi sem voru í 3 ár, Hægósi, og það er maðurinn á dekkjaverkstæðinu sem kemur til mín og kann setningar úr þeim þáttum. Þannig að hann nýtur góðs af þessu. Og það sem svo list sem hann notar hefði ekki orðið til nefn út af tilraunastarfsemi. Já. Það er svona oft trú að ég veit ekki alveg hvað það sé satt. Það Nei, það svona þróunar. Það er kannski ekki rétt. En það er sama. Sko, kannski er þetta sér hólf eins og konunglega. Já, sko, ég myndi segja það að sitt tilrauna leiklist auðvitað elitismi, hún fyrir vissan hóp. Hún það sem ég er að gera eiginlega fyrir aðra listamenn sem ég hef áhrif á mína sýningar eða það sem ég er að gera hefur áhrif á aðra listamenn sem svo hafa áhrif á aðra sem hafa áhrif á mannin á dekkjaverkstæðinu. Heldur að þú hafi verið áhrif á aðra leikara? Já, ég held það. Já, ég veit það. Það er eitt sem að minnst skrítið að horfa á þig á sviði. Þið finnst svo ógeðslega gaman á sviðinu. Ég veit það. Þú ættir að sjá dóttur mín. Það er pínlegt hvað hún hefur gaman að þessu. Já. Hún er leikkona. Þú getur ekki falið það hvað þetta er gaman. Nei. Það er kannski á ekki að fela það. Það er gaman að horfa á fólk sem hefur gaman að því sem er að gera. Já. Við erum að tala þetta, ég og Nína Dögg. Nína Dögg fekk velunni fyrir besta leik í aðalhlutverki í Orrestey. Og hún segir sko, við værum inn á geðdeild en værum ekki að leika. Og stund segi þetta kannski vegna þess að við erum með svona, hvað heitir ekki, OCD eða hvað, þegar maður getur ekki fókusera, maður getur ekki beitt í fókus. Athyglisbrestur ykkur? Já, athyglisbrestur, akkurat. Ég get alltaf lært það. En þegar ég er á sviði, þá einbytti ég, þá er ég bara með eitt fókus. Þá hættir hausinn á mér að fara í margar áttir. Ég stund að reyna að vera að hugleiða, af því það sé gott að hugleiða eitthvað í 20 mínútur. Mér tekst kannski í halva sekundu að stoppa hausinn, af því ég fer alltaf inn að byrja að hugleiða og svo bara, já, ég ætti kannski að taka til í skápanum, eða nei, ég ætti að fara með bílinni og allt þetta þessu. En þannig að þegar ferð á sviði, þá veistu hvað þetta gera. Og þá hægir á öllu. Hægir öllu og þú ert bara með eitt fókus. Og hjartslátturinn verður hægari. Allt saman Ég las það ekki, það var Björn Borg, tennisleikari, að hann hefur verið með hjartalínur í dásir. Já. Og hann var eins og hann væri sofandi þegar hann fekk að spila tennis. Já, þessna líður okkur vel á sviði. Ef okkur gengur vel, ef við erum ekki hræddir, ef við erum ekki óörugg og svona, þá er þetta alveg stórkostlegt. En er það ekki eitthvað annað heldur en það sem að þú ert að segja að vera með tilraunastarfsemi með brjóta niður og eitthvað svona, það er svona eins og verkefnið, en svo er eitthvað við að vera á sviðinu sem er alveg, sem er eins og svona bara tengist þér bara persónulega, svona enganleg upplifun. Jú, og hvort það sé genist, ég veit það kannski að það genist, ég meina, barnabarnið mitt, hún er 9 ára, Saga Sólrún, og það standa hann bara leikara, pappinn er Hannes Óli sem leikur alltaf Sigmund Davíð í áramótaskaupinu og dóttir mín er leikona líka, Aðbjörg Þóra. Hún er þessi 9 ára og það er alltaf að segja, finnst henni ekki voða gaman þér og barnabarninu saman er ekki miklu vinir? Jú, en við erum alltaf í samkeppni, í stöðri samkeppni. Hver fær ljósið, hver fær ljóskastalan á sig? Og hún er alveg með þetta gen. Þannig þetta getur verið, þetta er bara genist líka. Sum börn er náttúrulega þannig að þú tekur þau upp og setur þau upp á stólinn, að þá ljóma þau bara. Já, það er eitthvað með athygli. Og vilja helst hverki vera nefn að standa þetta stólum. Nei, akkurat. Og þú veist, ég veit ekki, kannski er þetta eitthvað tráma frá barnæsku eitthvað svona, en ég held að þetta sé líka bara genist. Það hafa alltaf verið til listamenn, ég ekki að segja leikar, þú veist, þeir var kallað ýmsum nöfnum, það var alltaf verið einhver sem er að búa til eitthvað fyrir utan sjálfan sig, vilja hafa áhrif með því og vilja fá viðurkenningu. Þú veist, einhver segir, já, þetta er flott hjá þér, eða ég samþykki þetta. Leikarinn náttúrulega svolítið sérstaklega því að hann er eiginlega verkið og hljóðfærið allt samtímis. Já,
Þannig að fólk, alls svona listamenn sem búa eitthvað til og er að reyna að fanga eitthvað, sko, eru bara í einhverju vinna bara við það, að greina eitthvað. Já, þú kannski segja bara leikarinn, sko, það kallast hann sem bara performer eða sviðslistamaðurinn eða vegna þess að, sko, leiklistin var, við sko segja bara comedy dell'arte eða indverski dansinn, þetta allt saman samtengt, þannig komið til rætt, þá tengjur leikarinn þurft að geta sungið, dansað og leikið. Og hann líka helst kunna búið til búningan og allt það. Og í indverska leikhúsinu eða indverska dansinu, hvað sem það kallað, þá það þannig að þeir eru að vinna með sömu elementin en tengið allt saman. Og kannski ég svolítið að leita líka þangað. Að ég held að þú veist að listamaður hvort sem þú sett að performera á sviði, ef þetta ekki performera á sviði, þá legðu á borð, gerðu borðskreitingu, málaðu eitthvað bara án þess að þurfa að vera frægur fyrir það, en þú verður að fá útrás fyrir sköpunargáfuna. Ef þú fær ekki útrás fyrir sköpunargáfuna á góðan hátt, þá notar hann bara mjög slæman hátt, þá byrjar að eyðileggja heimilislífið. Og brýst hún fram. Það brýst alltaf fram. Ef hún fær ekki að fara í góðan farveg, þá fer hún einhvern annan. Og ég er óþolandi að búa með mér ef ég ekki að gera eitthvað. Það er ekki eins og Nína Dögg sagði, þá myndum við enda bara inn á geðdeild. En þið langar samt að nota þennan, neikvæða sköpunarkraft til þess að fara inn í konunglega leikhúsið og brjóta þar aðeins. Ekki lengur. Hátta konung og láta hann vera þannig að áhorfendurnir viti ekki hvað djöfulega að gera við þennan sturlaða mann. Ég veit ekki. Sko, konunglega leikhúsið, ég veit ekki. Nei, ég er ekki að meina það beint þannig. Nei, ég veit hvað það tala. Þetta er að leika í Borgarleikhúsinu, núna ég veitur. Ég fæ verðlaun fyrir leikum í Borgarleikhúsinu. Það náttúrulega ekki beint í Borgarleikhúsinu. Það eiginlega svona leikhópur sem á leiðum tjaldar þarna fyrir utan og setur upp sýningu. Já, stertir benda og það voru allir hinsegin í þeim leikhóp og stór hluti eiginlega mestir hlutin af fólkinu bak við tjaldin. Og samið af ykkur eða ekki? Jú, eða aðalega, ég segi aðalega leikstjóranum og Bjarnar Snæbjörns og Gretu. En þarna, það er þetta gaman, en það kom líka sko, að þetta var mjög sérstakur leikhópur, hinsegin leikhópur, þá kom líka mikið af fólki sem vissi að þetta er hinsegin sýning. Og þetta var ná eins og ársáttuðilega þegar ég fór, sko. Já. Þannig þú fannst fyrir... Og ég fekk lesbíu til að koma með mér, af því mér fannst það bara viðeigandi. En það var eiginlega þannig, sko. Ég held að það hafi verið meirinn helmingurinn af salnum. Það bara maður heyrði það hvar var hlegið og eitthvað svona. Og mikið tengdu fólki, foreldrar, vinir, fjölskyldur. Geibrett. Já. En þetta gekk náttúrulega miklu lengur, ég sá þetta snemma, sko, en það var ekki alla sýningarnar, eða? Jú, svolítið mikið, það var svolítið, þú fannst, svolítið mikið, þetta er svo stór hópur í raun og veru. Þetta var sett upp fyrir hinsegin samfélagið, eins og sagt. Já, hinsegin samfélagið og þá sem eru tengdir hinsegin samfélaginu. Eða, hvað kallaði þennan allies eða stuðningsfólk hinsegin samfélagsins. Eitthvað ekki bóðið að setja þetta upp á aðalfundi Miðflokksins? Nei. Það var einhver þreifingur að bjóða einhverju fólki úr Miðflokknum, en ég fannst það svona hallarslegt. En þú veist, ég skipti mér ekkert af því. Þetta var pólitískt leikhús, mjög? Það var mjög pólitískt leikhús og ég var þér áhrifum, sko, sjálfur, mjög mikið sjálfur, því að ég er þetta fullur fordóma alveg, bara það, þú veist, ég alast upp, þá eru bara nokkri hommar í bænum. Lesbíur voru eiginlega ekki til og þannig ég hafði fordóma gagvart lesbíum alveg, þú veist. Það er nú frægt að það var þannig, þær hafa kvartað yfir því lesbíunar. Já. Hommarnir hafi ekki leyft þeim að vera með. Já. Og transkonurnar og transmenninir og allt þetta. Það er náttúrulega samtöki 78 eiginlega, það voru bara jarðskjálftar þegar transumræðan var þar inni. Já. Því að það sko ég ég man eftir því að dóttir mín sem er mjög frjálslynd var ung bara, ekki verið bara einhvers þar í 14 ára svona,
og var með áhyggjur af því hún hafði fordóma. Ég sagði, fordómar eru bara mjög eðlilegir. Ég er með fullt af fordómum. Ég verð bara að gera mig grein fyrir að fordómarnir eru inn í mér, hafa ekkert með manneskjana fyrir utan mig. Hafa ekkert með manneskjana að gera sem er fyrir utan mig. Og ég verð bara að takast á við mína fordóma sjálfur. Þetta er ekki að reyna að minnka það aðeins? Jú, en ég geri það með því að kynnast, með því að... Það tekur tíma? Það tekur tíma. Ég man, þegar ég er 19 ára, þá er ég í Bandaríkjunum, hjá Pétur bróður mínum, í Boston, og fyrir niður á Harvard Square, sem er hérna, og þar hitti ég Gay Christians, kristilega homma, sem voru með svona bæklinga og voru að bjóða fólki að koma á kristilega messu. Og mér fannst þetta mjög spennandi og sagði já, endilega. Og þessi, þú verð þarna þessu hotniðna og það kemur einhver og sækir þig og við keyrðum þig í messuna. Og það var lesbía sem kom og keyrði mig. Og ég horfði á hana alveg þá fyrsta lesbían sem ég sé og mjög sæt og var það sem maður myndi kalla þetta lipstick les eða varalita les og svona mjög kvenleg en ég fann alveg, ég var svona alveg mjög hræddur, mjög fullur fordóma og ég er smá hræddur við sko bara það þegar ég var að vinna með núna með skammatrýningin að það eina leikonunum var transkona Sindri og það tók mér smá tíma að bara losna við fordómana en þú veist, ég gerði mér alveg grein fyrir þeir eru inn í mér og líka sambandi við lessuna núna, þú veist, þessna hafði ég óslega gott að fara í þessa sýningu sjálfur háminn með alveg fullur af fordómum en því það er enginn að segja það þú veist hommi að þú sért ekki með fordóma gagnvart fólki sem er til dæmis með annan húðlit eða það bara kemur upp en maður verður bara að gera sig grein fyrir að þetta er eitthvað sem ég er að fást við Mikil útlýting anduð meðal innflytjenda til dæmis alveg dásamleg, já, nei, ég kannski ekki segja dásamleg, nei, en til dæmis til dæmis góði vini mín ég hef góðan vin sem sambýlismaðurinn er mikið innflytjenda málum, hann er bleeding heart eins og kallað, blæðandi hjarta og mikið að vinna fyrir og hefur mikið samband bæði við palestínumenn og Kúrda og þeir þola ekki hvern annan. Kúrdarnir eru bara, þú veist, þeir eru bara, þeir styðja Ísrael. Kúrdarnir eru búin að vera misstimt af og nauðgað af Ísrael, neðana af Íranum og Írakum og þannig að þeir eru ekki þarna. Og hann er svona aðeins að passa sig, hann verður að passa sig þegar hann er að tala við Kúrda, marga Kúrda og þegar hann er að tala við palestínumennina. Og svo fólk sem kemur frá Austur-Evrópu er oft með svona fordómafulla afstöðu til Araba eða Afrikubúa. Já, eða samkynhneigð. Eða samkynhneigð, þetta er ekki það. Það sem er þetta víða banna, það er bara lífsættur þetta að vera hommi í... Það er ekki gott að vera hommi í Rússlandi. Nei, ég er þarna með, ég er með Litáa. Nei, hann frá Lettlandi. Og er hann eitthvað liti... Hann er mjög homofóbiskur. Hann er mjög homofóbiskur. Ég er búin að vera með 3 ár og þegar ég leik hann í skammatrýningum þá er ég að leika í raun og veru hommar sem klæðir sig sem kona. Af því annars er hann drepinn, af því það er bannað að vera hommar í þessu landi. Þú mátt vera kona. Og hann passa sig að láta ekki koma upp með sig. Og hann er enga þannig, ég er 2 í viku hjá hann og hann hefur búin að fylgjast alveg með þessi ferli og búin að gera sig grein fyrir því að sé leika þarna í kvenmannsfötum. Svo kem ég til hans og segi veistu það, ég verð með semst gerfi brjóst, ég verð með boobs. You just say no. Hvað meinar þið? You just say no. Þá bara þar var strikið. Mátt ekki vera með gerfi. Mátt ekki niðurlægja að vera með gerfi brjóst. En þú ert að þannig fordómar sem eru, þú líklega ert að segja þetta vegna þess að fólk gerir sig ekki grein fyrir því hvað við erum, það er náttúrulega ekki hægt að alast hérna upp nema að vera fullur af fordómum öllum og öllum sko. Já. Og það tekur tíma að losa sig við þetta og kannski getur þetta poppað upp aftur ef maður ræktar þetta ekki eða reynir það. Já, aðalega mál bara við tölum það og gerum grein fyrir því, þú veist, fyrir ekki að ég er með fordóma, þú veist, og það bara skýtur upp alveg. Veist, en þarna ég hef stundur nefnt að ég dvaldi í Afríku og það kom mér rosalega óvart hvað þetta er djúpstætt inn í manni svona einhver ótti við svartamannin og ég fattaði að ég þurfti að var búin að vera þarna kannski í, ég veit ekki
2,5 mánuð eitthvað þegar ég fann allt í að þetta var eiginlega farið. Já, Og þetta svo inngróið í einhvern veginn bara í taugakerfið. Þá kemur það sem skiptir máli. Þetta það sem skiptir, það sem er í raun og veru aðalatriði í þessu, það leið og kynnist lesbíunni, transinu, svartamanninum, það byrjar þetta að hverfa hægt og rólega. Þetta bara, hvað heitir fordómar, þetta bara vanþekking í raun og veru. Ætti að bjóða upp á þessa þjónustu að fólk gæti kysst homma og dansað við spastíska mann og strókið einhverjum sem með psoriasis kinnina. Já, akkurat. Og faðmað gamlan mann. Já, ég man að fyrsta skipti sem, ég auðvitað alveg upp á Íslanda sem voru engin svartir til dæmis. 15 ára ég í Danmörku, fyrir einhvern svona festival í Danmörku, hátíð þar, og þar kemur svartur maður. Og ég heilsa honum, við heilsumst, og ég sleppti ekki hendinni því ég bara hélt lengi hendina og þá þrýsti og þetta var svona vandræði vegna þess að eini svarti maðurinn sem við svarti einstaklega sem ég hafði kynst, það var gúmmídúkka. Það var ekki til á Íslandi. Þannig ég var svo hissa að þetta væri eins. Og svo var ég, þegar ég var 19 ára í Bandaríkjunum, þá byrjaði ég sambúðið einhverju með svörtu manni. Og ég var síhlæjandi allan tíman. Hann sagði að það var svo dáslegt um mig og ég var natural born racist. Það vantaði algjörlega í mig að því ég hafði aldrei kynst bara hvernig hárið vex og allt þetta. Það getur verið til vandræða fyrir fólk frá Afríku að fólk vil snerta hárið og það getur verið ansið neðarlegt. Og fólk ræður ekki við sig, sko. Nei. Allt í einu bara einhver gömul frænka byrjuð að koma við hárið. Já. En það bara sama þegar þú ferð með lítið hvítt pallið badd til Afríku. Það allir æstir í að fá að koma við hárið á þér og snerta þig. Þetta svo sérstætt, sko. Þetta alltaf spurningum sem kannski eðlilegt og því að til dæmis fyrir fólk í Afríku að koma við ljósarðan vesturlandabúa, þá hárið náttúrulega svo þunnt og furðulegt, sko. Já. Og það sama með hárið á svarta. Það vexir svona toppum eitthvað neginn. Og bara eins og gróft að það eins og vír. Já. En talandi það þetta alveg viðbjóðslegt hvernig svona rasismi og kynþáttahyggja bara viðbjóður. Að þetta bara spurningum bara horfast í augu og tala saman. Það líka spurningum hvort við höfum að byggja upp samfélagið okkar á milli sko velvildar. Byggjað upp á velvild eða hvort við höfum byggjað upp á óvild. Já, akkurat. Það verið svona stemming svolítið í okkar heimslunda að við höfum að byggja samfélagið upp af sem mestri óvild. Já. Það sér ekki alveg hvers svona samfélag verður. Maður veit það svo sem, það verður hryllingur. Já. Það að verða og einhvers konar hryllingur. Herðu, ég spyrir fólk oft hvort það hafi verið velkomið og elskað þegar það kom í heiminn. Hvernig myndirðu svara því? Já, ég þriðja barn. Ég ekki, ég kannski slysabarn, en ég fæddur á þeim tíma það sem var erfitt fyrir konur. Og mamma á 2 börn, svo hún gat raun og veru ekki, hún þurfti að vinna fyrir pappa. Hann var í háskólanum, verða læknir, hún þurfti að vinna, hún þurfti að koma strákunum fyrir. Elsti bróður var sendur norður til afa og ömmu og hinn var sendur á barnaheimili og þá var barnaheimili voru þannig að barnaheimili voru þannig að þú máttir, það var ekkert svona hægt að fara bara og setja daginn meðan varst að vinna. Nei, það var að vera allan sólarhringinn. Þannig að þannig voru reglurnar. Annars eru börnin svo óróleg og tætt og eitthvað svona. En svo kem ég í heiminn og þá erum við að fara pappir að vinna sem læknir og mamma getur einbeitt sér það að vera með mig og ég bara mjög elskað frá byrjun og mann það ég kem bara alltaf tala því ég væri svona brosandi, þú veist, ég vaknaði alltaf bara, já, og heimurinn, gaman, spennandi. Þannig að, já, ég held ég hafi verið mjög elskað þegar ég kom í heiminn og En bræður þínir, eitt fer til afa og ömmu. Já. Og talar þá náttúrulega eins og vant í henni kynsluð og talar öðruvísi mál og það svo oft gerist og það fólk líka oft svona rólegt í tíðinni sem alveg upp að eldra fólki. Já.
kannski ekki Pétur bróður minn en hinn sem 2 árum eldri en ég hann býr í Oslo og svolítið mikið einn. Og sem að var tekinn og sendur á hvaða barnaheimili? Hann var stendur bara á Grænuborg eitthvað svona. Þetta var sko ekki svona upptökuheimili. Þetta var bara, þú veist, ef börnin fóru á leikskóla eða hvað sem það var kallað þá, dagmömmu, þá urðu það að vera allan tíman. Það var ekkert að fara bara smá tíma. Hann ekki með sömu tengsl við móður sín og þú? Nei. Og munur á okkur? Mjög mikil munur. Heldur að sjóta þessu? Já, ég held að sjóta. Hann segir það sjálfur að sjóta þessu. Og mamma segir það líka, sko, þetta var bara þannig, það var ekkert gert ráð fyrir að konu væri að vinna. Mamma vann á póstunum og hérna ekki mæður, sko, það var ungar konur gátt unnið. Já, en ekki mæður. Já, og það var ekki það mikið lán og svona námslán eða þannig fyrir pappa sem kemur úr fjölskyldu sem ekkert alltaf rík, svona læri millistétt, þá leiðin fyrir hann til að geta fyrir í háskólan var það að kona myndi vinna fyrir hann. En skilgreinir bróðin það svo að þetta sé eiginlega það sem hefur mótað hvað mest að hafa ekki verið alin upp með móður sinni? Já, og svo var bara mjög mikið vandamál á milli þeirra setna, sko, milli mömmu og hans. Var aldrei þetta byggja upp eitthvað samband af því það hafði rofnað? Nei, sjálfst ekki. Eflust ekki, já. Og svo var hann bara virkað bara, þú veist, að því þá gerist það, þetta verður öðruvísi heldur en við sem fættust inn í svona þegar fjölskyldan orðin stabiliserað. Upplifir að hann fittar ekki alveg inn í hópin? Já, mjög mikið, og fittar ekki inn í hópin. Hann er mjög mikið ólík. En svo náttúrulega getur þið sittið mjög lengi í börnum svona tilfinning fyrir að verið hafnað. Já. Af hverju var ég sendur burt? Já, hann hefur mjög mikla tilfinningu fyrir því. Mér var ekkert hafnað. Langt frá því. Vegna kallaldra. Já. Og með þess að fyrir hluta æfi minna eða sem ég var lítill þá var ég uppáhaldi á pappa líka. Svo kemur systir mín þegar ég var 6 árum seinna, þá verður hún uppáhaldi en lengi er ég uppáhaldið og ég finn ekkert fyrir að mér hafa verið hafnað af pappa, þú veist. Því ég fæ bara systir mín í staðinn og ég elskaði hana, þú veist. Þegar 6 ára milli systkina þá er mjög algengt að sá eldri, hann fær bara gjöf. Þannig ég og systir mín er mjög tengd. Það sé verra að hafa styttra á milli, áttu við það? Já, sko, þú veist, hann er bara 2 ára þegar ég fæðist og ég hef þetta litla gullið fæ alltaf athygli en þegar þetta orðin aðeins eldri þá er miklu betra að fá barn. Já, ég held það, ég veit ekki, þú veist, það sem ég segi. Ég veit ekki hvernig það gerist svona að börnin átta sig á því að foreldrarnir er ekki búnir til fyrir þau. Nei. Að þau hafa líka sjálfstætt líf. Það er eftir svona 7 ára aldurinn og algengast held ég. Já, ég man alveg eftir mér 6-7 ára. Mikið gaman í lífinu bara ég sjálfur. Já. Og þú ert glatt barn. Já, ég er þarna við vorum svo nefnir hún Nínu Dögg aftur því hún fékk líka velun besta leiki í kvenhlutverki þá sagði hann við erum svo heppin að vera svona blond og heimsk og vera, þú veist, við erum ekki taka hlutinu of alvarlega og ég yfirleitt er mjög jákvæður, býr með mjög neikvæðum manni hann er út á Portugali, þeir eru mjög neikvæðir þannig að það er svona balansi hjá mér að reyna að vera jákvæður og ég er yfirleitt mjög jákvæður og ég var einmitt að hugsa, einmitt í sambandi við þessi verðlaun þá fór ég að hugsa því að ég fæ verðlaunin fyrir besta leiki aðalhlutverki og ég skýst upp bara alveg rosalega bara, þú veist, I'm on the top of the world og þetta gerst nokkru sinnum að ég hef sungið I'm a star, I'm gonna get so far og svona og svo kemst ég upp á vissan level, bara á vissa hæð, ég kemst ekki hengra upp. Í gamla dag hefði ég farið í partí og drukkið og verið bara farið alveg í brennvísgeðveiki eða dópgeðveiki. En núna get ég það ekki og þegar ég komin að vissan hæð, þá hvað get ég gert þá? Þá verð ég bara byrjað að grafa niður. Það tók mig nokkra daga, 4-5 daga eða meira að ná mér og ég byrjaði bara að hugsa, þú veist, ég er feitur, ljótur, gamall, hæfileikalaus og ég átti ekki skilið og bara hægt og rólega og ég gerði mig grein fyrir hvað þetta var
hægt og rólega, þá fattaði ég það að ég bara, að því, þú veist, ég get ekki verið í jafnvægi, og ef ég kemst ekki lengra upp, hvað ger ég þá? Þá fer bara niður. En þá hugsaði ég að ég hef stundum í lífi mínu, tala það hvort ég sé jákvæður, stundum í lífi mínu hef ég lent í mjög erfiðum málum, og hlutina hrunið, framtíðin hefur hrunið, dæmis ég bara, þú veist, ég sé ekki fram á einhverja framtíð, hún bara farin frá mér var sagt upp þessi borgarleikur og svona fleira, en þá lá ég bara kjur og hugsaði bara, já, þú veist þetta er búið, ég get ekki hreyft mig en ef kynni að mér myndi langa til að lifa áfram og gera eitthvað spennandi, þá verði ég að hafa skrokkin í lagi. Þannig ég byrjaði að taka vítamín, ég byrjaði að fara í terapíu og hérna í terapíu, ég byrjaði að stunda sund, ég fór í bara svona í survival mode, bara hvernig verði ég að lifa áfram, hvernig ég verði að halda líkamanum gangandi, ég verði að halda öllu þessu gangandi til þess að ég sé tilbúin. Og þetta hefur gerst nokkuð tíman í mínu lífi, að því að kannski vegna uppeldis eitthvað, þá kann ég betur að takast á við neikvæðu hlutina. Þannig ég nota þetta núna, einmitt. Já. En þetta ekki skrítið ræða eftir þarna ég er jákvæður? Jú. Og svo ertu bara að lýsa eiginlega að sé bara svakalegt púl að vera jákvæður? Nei, það er púl, nei, það er ekki púl. Það sem ég þarf að lærast að takast á við, og get, það segi jákvæðin kemur inn. Ég get tekist á við stóra erfiðar hluti. Það myndir ekki segja, hefur ekki verið sagt um því að hann er svo heppinn, honum var gefin svona góð lund. Ertu ekki þannig að? Þú lýsir sambýlismanniðinu sem honum var ekki gefin góð lund. Jú, hann er Portugali. Þeir bara eru í því að vera neikvæðir og þeir eru daprir og þeir með alveg bara á fullu búin að vera með. Fyrst ég kom til Portugala þá var það, ég held að það verið kannski svona 3 árum eftir að þeir gáfu frá sér nýlendunar. Já. Og það var efnahagskreppa og þeir voru svo dabrir og þeir voru svo sannfærður að allt besta fólki hefði flutt til Brasilíu og þeir höfðu bara eiginlega enga svona, þeir bara fannst ekki vænt sig, það var bara og það maður fann þetta bara, þetta laga veggjónum. Já, þetta er bara í þeirra eðli, Já, þetta er ekki tímabundið eins og ég held. Já, hann segir, við vorum með rannsóknarréttin. Þú veist, í áratug, en í aldir bara. Og svo eftir rannsóknarréttin kom fasismin. Það er ósku skiljanlegt að við séum hálfbugaðir. En hann er mjög jákvæður, sérstaklega. Það er gaman í Portugal. Það er yndislegt, ég elska Portugal. Ég helst Lissabon og hann kemur frá smá þorpi, svona í miðji Portugal, svona fátækastu miðjunni í Portugal. Og þar er býr systir hans og við förum þangað og þar er svona klaustur, rústir, það er kastalarústir og svo er klaustur, garður, rísastór og þetta er opbúslega fallið, þannig að ég er bara að mala sælu. En hann vill ekki fara þarna af pólitískum ástæðum. Vill ekki? Hann vill helst ekki fara þarna af pólitískum ástæðum. Akkur? Að því að tjekkaði eitthvað, það er einhver stjórnmálaflokkur sem er að verða sterkari. Sem er að verða sterkari nú. Já, sem er að verða sterkari. En það hefur ekki verið, það var nú bara vinstri stjórnanda fyrir 3-4 árum. Já, ég vissum að það hefur gengið alveg. Þannig að það er mikil anarkisti. Og það er típist Portugal, Þannig við komum þangað bara svona, við reynum að fara einu svona ári til Lissabon og svona aðeins yfir í Portugal. Mér nokkar að spyrja að því að þú lýstið þér þegar varst að lýsa þér ungum að þú hefði vaknað bjartur og brósandi og svo vorum við að tala um jákvæðnina og þá lýstur henni svolítið sem svona að þú hafir getu til þess að vinna þig út úr slæmu hlutum en líka, þú byrjar eiginlega að tala um það að þú bankiði niður ef þú ert glaður. Já. Ef þú ert ánægð með sjálfa þig, þá kemur ykkur rödd og segir að þú ert feitur og gamall og ljótur. Já. Þetta er alveg búið hjá þér. Já, það er bara alveg típist fyrir, ég vil bara drama. Já. Það er bara, það var að vera eitthvað drama. Mér er alveg sama hvort það sé stóra sprengjan eða hvort það sé bara niðurlægingin. Já. Og það er bara svona eitthvað. Allt annað en bara flatur hversdagur. Já, eitthvað svona, já. Hefur það gengið vel að lifa þannig? Hefur lífið þitt verið? Já, ég fór í alkoholisman og dópistan og allt það, ekki dóp aðlega, þá
þá þarf að hafa samband við fólk, þannig ég fór í alkoholistmann og Þá þarf að hafa samband við fólk? Já, sko, þegar ég var virkur eins og að kalla það, þú veist, þannig var í áfengi, býi Kaupmannahöfn og það er mjög aðgengilegt að komast í hass og fleira, en ég fer ekki þangað vegna þess að þú þarf að hafa samband við annað fólk þegar þú veist, ég segja, kannski þegar ég var lítill, ef mér ofbauð eitthvað, ég var ekki grenjandi barn, ég grenjaði ekki fyrir framan fólk, ég fór inn í herbyggi, lokaði mig af og ég kom svo aftur út og brosandi og sætur og sjáði mig og dáist að mér, en það er sama með, þú veist, ég byrja þegar ég finn það að ég að verða fyllibitta, ég bara bullandi fyllibitta, þegar ég finn það, þá dreg ég mig mjög mikið í hlé og ég var oft bara fyrir að drakk mikið einn. Drakk á baka gardínur eins og þetta? Ég var eins og mamma var gardínur fyllibitta. Hún var túrakona, en þarna ég gerist bara dagdrykkjumaður, en ég var mjög ofta að deyja í strætó í Kaupmannahöfn, fór í strætó og dó og vaknaði upp á endastöðum og var hrakki, eða dó að bekki í einhverjum görðum og svona, en ég var einn og í Kaupmannahöfn þá getur þú farið bara í búð og keypt áfengi. Þú þarf ekki að hafa samband við neitt nema kannski bara afgreiðslumanni og segja bara takk og eitthvað. Men þú hefði verið til í að nota dóp ef þú hefði ekki þurft að sækja það til einhver stílers? Já, ég geti trúað því, sko, að því í raun og veru þá hefði ég sagt já, kannski. Þú veist, ég tók þetta 11 stig og svona, sérstaklega þegar ég var í, þú veist, félagskap og reykti hassi með öðru fólki, en þú veist, ég fór ekki í Kristjanin eftir að byrja að drekka eitthvað ráði, þá fer ég ekki í Kristjanin að kaupa mér hassi en eitthvað svona. Þannig ég hef ekkert samband. En svo það náttúrulega dópið velur líka dópistana einhver leiti, að þegar þú ert búin að þróa með þér alkoholisma þá skiptur ekki svo auðveldlega dóp. Nei, það er kannski alveg rétt. Það er rétt. Og já, ég held líka bara, þú veist, bara interesseraði mig ekki. Ég gat ekki reykt, sko, hass án þess að drekka. Þetta var bara, eins og maður segir, drug of choice, það var bara áfengi og það frá morgni til kvölds. Og ég þekkti auðvitað ekkert að samtökin, ég vissi ekkert hvað það var. Þannig allt innu uppgötta ég að ég bara húkt á áfengi. Þú veist, ég bara verði að fá tvo sterka bjóra á morgnana til þess að fungera og svo bara held ég áfram þann daginn. Og regnar ekkert með að þú getur losnað við það, þú verður bara að vera á bara almennileg fyllibita? Jú, við reyndum, þú veist, ég býja auðvitað með basmóðu mína þarna og ég reyndi og svona og kannski hætti í 1-2 daga og þá héldum við upp á það með rauðvíni, en sem ég drakk vilt ekki. Og svo einhvern væri fyrir norðan þetta eru nokkur ár, þetta eru kannski, þú veist, frá 88 eitthvað til 83. Nei, frá 78 til 83, þetta er mjög stuttur tími sem ég er bullandi. Svo þú drekkur alkoholist, eins og sagt. Já, og ég skildi ekkert hvað var að gerast. Þú veist, ég er næs, góður gæi og allt það, og reynir alltaf að koma vel fyrir. Og kannski var það, ég fann það, ég kom ekkert vel fyrir, þú veist, bara slampaður. Einhvern veginn var ég keyrðu og einhvern veginn datt ég niður einhverstað við strætóstöð og kom sjúkrabíll og sótti mig og settir á spítala, ég strauk á spítalunum, fór aftur á strætóstöð, datt niður, kom sami sjúkrabíllinn að sækja mig, þannig að ég bara hugsa hvað er að gerast í raun og veru. Og þannig ég enda á því að leigja mér litla hólu og basmóður mín er að fara heim til Íslands og með barni, hún er orðin verða 30 ára, sko, og ég bara alltaf að fara í hóluna og verð það kannski, því að ég var búin að reyna hitt, og þú veist að reyna hætt. Ég fór einhvern til geðlæknis og talaði við hann og ég sagði, nei, ég þarf kannski að bíða það. Eða þú veist, líka að reyna að hætta sjálfur, þú veist. En þú veist, ég fattaði það að ég var líkamlega háður, algjörlega. Og svo kemur móðursystir mín frá Raufarhöfn og móðursystir frá Raufarhöfn og hún er að fara til Rínasiglingu og vínsmökkunarferð og við erum að fara með henni. Og hún kemur frá Raufarhöfn og þar var, sko, rauðinúpur, bátsverjan og rauðinúp, þeir fóru hver fætur öðrum í meðferð, þannig hún vissi alveg hvað var að gerast.
þannig hún tekur mig með í Rínaferðina og svo bara pantaði tími heim á Íslandi á Silungapolli og hún heldur mig bara vel drukknum á leiðinni heim og tengdapabbi kemur með legubíl kemur með bjórkassa og svo mér bara heldinn á Silungapoll og ég held ég væri að fara svona eitthvað í þú veist, væri svona Sue Ellen eitthvað, ég var að fara á heilsuhæli bara fullt af sálfræðingum og allir voru góð við mig og ég verið aðalatriðið og sálfræðingurinn ástfanginn af mér það var bara það sem ég bjóst við svo bara það sem gerðist mér fannst rosalega gaman það bara kynntist ég fólki sem ég lendi í herbyggi með einhverjum strák sem sko tekur tremma nóttina reynir að skríða út og bara eitthvað brjálæði og svo tölum við saman morgunin eftir og hann hafði fallið, hafði verið edrú nokkur ár, hafði kynst að samtökunum og við fórum að metast hvor hafði gert geðveikari hluti í drykkinni og hlóum og þarna kynnist ég fyrsta skipti alkoholista þannig þú veist sem ég get talað við því að vera alkoholisti sem ég get talað við alkoholisti sem komin út úr skápnum og ég var þetta mjög fegin ég var búin að fatta að ég væri alkoholisti ég veit ekki af hverju þú vissir ekki hvað það var nei, ég var búin að fatta ég var búin að lesa bók eitthvað I Cry Tomorrow og sjá Days of Wines and Roses með Jack Lemmon og ég vissi að þetta var eitthvað þetta var sjúkdómur en ég vissi ekki hvað var þetta að gera og hvað þetta var almennilega, það oft sem að fólk veit eða þessi alkoholisti, en veit ekki alveg hvað í því felst þannig mér fannst það alveg dásamlegt að þannig væri bara komin undir manna hendur og og fer svo bara á sogn og það var yndislegt sko Þetta hefur áhrif á svona tilfinningalíf að vera með svona dóp með sér og þú varst til að lýsa því bara daginn að þá hafið rokið upp af fögnuði yfir að vera leikar ársins og ekki geta farið lengra þarna var gamla fyllibittan með öðruvísi tilfinningalíf þú veist mikið meira þú stoppar ekki þú ert að drekka, þú ert onninn alki en viljið náði að fara að herra hann ennþá til staðar þóttu látir það eftir hvað langt sér hún látið það eftir þér sko ég edrú ég þannig edrú aðsamtökunum í 11 ár og þá ég á hápunkti karriersins ég að leika ég kom með samning í Borgarleikhúsinu og það frumsýningarpartí og ég skála í Kampavín og þá gerist ég næstunni gerist ég það sem ég kalla hóldrykkjumaður og ég lýsi stundum sko að ég fór ekki á sama stað alltaf tala um að færa á sama stað ég fór ekki á sama stað fór mikið á opnanir á myndlistasýningum því það boðið upp á Vín og frumsýningar hjá öðru fólki það líka boðið og svona, þetta hélt í svona 4 ár og ég segi þetta sé svolítið sko Má ég að spyrja, þú fórst ekki í ríkið og ekki á barinn, en þú drakst bara það sem og eldir, náðir svona 3 opnunum á einu laugardegi og var orðið vel slompaður svona 6-leitið. Ég hugsa að ég hafi verið sko, síðan 83, hafi verið svona 20 sem fundir reglu á mér og þetta 4 ár sko, svo kom seinna 4 ár og þetta líka svona fyrsta skipti sem drekkur, það ferði alltaf að hugsa að býta, ég kannski ekki alkoholisti og þetta ég segi þetta svolítið það sama fyrsta skipti sem ég var með konu eða stelpu og fekk þá allt það kannski ég ekki hommi þetta svona nokkuð veginn sama tilfinningin að þú ert búin að berjast við að reyna að samfæra sjálfan þetta en svo kemur allt inn að smá broti þetta og kannski er þetta bara vitleysa og En má það ekki vera að þú sért hvort tveggja og... Jú, en það hef ég aldrei prófað að skilgreina mig sem eitt eða neitt annars þessi skilgreininga Þú ert alkoholisti? Já, ég skilgreina mig sem alkoholista en ég veit, þú veist, stundum segi ég stráka kannski er þetta bara umhyggjaskapur en ég segist vera alkoholisti að því það og tek þátt í þannig dæmi að því að það hefur virkað fyrir mig það er ástæðan ég set aldrei út á þýningu á einhverjum bókum eða eitthvað svona, það bara skiptir mikið máli mæti í einhverju terapíu og kallir þetta synd eða auðmýkjaskap eða sjúkdóm já, það skiptir engum máli það sem skiptir máli er að ég er ok og svo þetta enda með því að pabbi minn deyr eftir þessi 4 ár þá deyr pabbi og
og ég bara byrjaði bara mánuð, 2 mánuð undan að finna pillur hjá honum lípurum eitthvað, hann var eitthvað að taka róandi og hjart eitthvað og svo þegar hann deyr þá ræn ég líkið, pilluna sem eftir og reseptin og ég hugsaði ég get kannski skrifa resept og þá hugsaði nú ég fallin, ég löglega fallin ef ég fara að byrja að pæli að skrifa resept þá held ég mig góðum í 6 ár í viðbót alveg byrja bara á fullu og byrja þú veist að fara í survival mode byrja að fá mér trúnaða með hann og allt það og svo fell ég aftur og þá ég staddur á nýjársdag búum ég á 10. hæð í luxusblokk í London og og íbúðin mín var með stóran glugga og fyrir utan gluggan var Big Ben það var stofugluggan hjá mér líka stræktastöð í kjallaranum og það var verið að skála í kampavín og niðri og það var á jörðinu og horfðum á Parísarhjólið og allt það og það ekkert til að drekka fyrir mig annað en kampavín þannig ég tek kampavín og dett bara vel í það og það kom 4 ári viðbót á sama hátt í raun og veru bara að endurtekur sagan sig og svo hættur þau? Já, svo hætti ég dó í en fórstu þarna á vondan stað strax eða? Nei, ég fór aldrei á vondan stað það var ýmislegt eins og fyrsta skeitt sem ég drekk kampavín eftir komin frumsýningu en einhverjum ástæðum ertu að hætta að drekka þú hlýtur að vera karriér að þú getur ekki drukkið og nei, bara karriér orðið sá leikari sem þú vilt já, kannski karriér og kannski meðvirkni líka þú veist, ég vil ekki já og svo bara já að vita þetta þannig að þú veist það bara spurningum svo við þá leitaði ég mig hjálpar þannig að ég fer samt ekki í meðferð en þarna já, ég held að sé karriérin sko, það stundum sagt að konur hætta að drekka út af fjölskyldu eða svona fara í meðferð út af fjölskyldunni en kallmenn við út af vinnunni leikari að nota sjálfan sig svona sem verkvari það þekkt að sá sem fyllibitta hann svona þroskast ekki almennilega tilfinningarlega það ekki eitthvað sniðt að vera að deyfa sig alltaf og eiginlega get ekki unnið úr neinu nema alltaf vera kolvandi brennivín niður það þá ekki gott fyrir leikara að vera mikið fullur það margir leikara sem hafa verið helvíti fullir Peter O'Toole og Richard Burton svo sem líka það var mismunandi hvernig þú ég gat ekki unnið þannig í 83 þá ég, þú veist, eina sem ég var eftir sko, það ég var kendi það hélt námskeið og leiklistanámskeið og ég held eitt af síðustu námskeiðan sem ég held það á Egmont Háskóli í Danmörku sem fyrir fatlaða þannig ég að kenna fólki í hjólastól að keyra á blind fólk og segja við blinda fólki þið verður bara að treysta og ég dauðadrukkin að kenna semst fötluðu fólki og námskeið eftir þá lá ég eiginlega bara með hausinn og í einhverjum graspoka og var bara fullur þannig að ég var hættur að geta gert nokkuð skapaðan hlut það þetta ástæðan og þú veist, ég vil ekki fara þangað og ég hef það hættan að ég fari þangað þannig að við skulum segja að ég hafi það kallað að draga botnin upp til sín það sem ég geri eftir þessi 4 ár að ég dreg botnin upp og segi þú veist, möguleikin Þú ert að tala þig svona út frá skilgreiningum Já Hvað ertu helst ef ég má byrja að velja leikari, hommi, alkoholisti Leikari Já Það aðalatrið Já, það alveg óhugsandi að þú getur verið það sem þú ert að þess að vera leikari Ég þarf að skapa Já Það gætir sleppti að vera hommi ef að hittu konu Nei Þetta hefur dottið í hug, þú ert að segja það á það kom, það kemur þú veist, þú veist, þegar ég sko ég búin að ég hef kannski ekki slást en þú veist, ég búin að vita að ég hommið þú veist, frá fermingu allavega þá ég, þú veist, ég með ligamerki þegar ég 50 þannig að segja, viltu gera Jesú Krist að leiðtoga lífsins Heldur að Jesú sé á móti hommum? Nei, ég veit ekki eins og hvort hann sé til en þannig
hef ekki hugmynd það. En þú veist, ég vildi ekki vera til hluti af þessu gagginni að hvíta sjálfstæðismanna pakki í Laugardalskirkju. Og ég hugsaði alltaf, þú veist, mér fannst rosalega gaman að vera ungur hommi í menntaskóla og fyrstu árun eftir, þú veist. En ég var ekkert að básana því út. Mér fannst mjög gaman. Ég segi stundum að ég saknaði þess tíma að þetta var í leinum. Þetta var svo spennandi. Þegar vorum allir í einhverjum partíum, einhvers staðar í Sólheimum og bara mjög gaman. En þannig að ég hef oft kannski ég hef sagt þú veist, stór hluti af fólki var fávitar fyrir mér. Ég var að þeir segja stundum verður maður að gera sig grein fyrir því sem hommi, verður að gera grein fyrir því annarkvort þú vitlaus og heimiki eða þjóðfélagið vitlaust og heimikjar. Og þú tekur það, ég tók það afstöðu að ég var ok, en það var hinir sem voru vitlausir. Stór hluti af þeim. Það á kannski við margar svona jaðarhópa þessum að velja. Já. En í þessu þú ert að segja hafi ekki saknið tíman þegar þetta var eiginlega í leyni. Já. Það náttúrulega svona hommakúltúr, svona lífi, svona afstaða og eitthvað fleira. Þetta náttúrulega menningarheimur líka. Já, Því við vorum að tala um trans og fordómana og þegar þú hittir fyrst lesbíu og svo átökin sem voru í samtökunum 78 þá að einhver leiti hjá mörgum hommum sem að þessi menning og þessi heimur sem að var eiginlega óaðgreinanlegu frá því að vera hommi og það að vera bara einhvern veginn hinsegin með öllum hinum, það sem að eiginlega ekki allir vilja vera bara normal og eignast börn og fá að ættleiða og fá að gifta sig og vera tekni bara eins og venjulegt fólk. Fólk sem hafði tekið ákvörðun ég ætla bara ekki að vera eins og venjulegt fólk. Ég ætla að ganga inn í þennan subkultúr og hann raunverulega, þú veist, hann spennandi og skemmtilegur, hitt bara óspennandi. Maður heyrir þetta stundum en þetta fyrst og fremst svona gömlum hommum eins og þér sem maður heyrir þetta. Já, en þú rættu það að þegar ég tvítugur jafnvel, þú veist jafnvel fyrr, þá fer ég yfir hippa, þá hann hippi. Þá ég algjör, þú veist, ég þekki ekki hommakúltúrinn þegar ég hann tvítugur. Þá ég bara hann hippi, þá öll hvað í ljósaumunum eða sólaumunum? Já, það var bara þegar ég var yngri. Já, en það var homma heimur ykkur? Já, það var homma heimur og ég man það þegar ég allir sé ekki svona 19 ára, kemur svona 17 ára strákur á Hótel Borg svona ítti við mér og segir færðu þig, ég nýja unga drottningin í bænum og ég sagði, fuck átti ég ekki lengur valdatíma heldur 2 ár. En ég misti alveg tengsli þarna, að því þarna kemur fyrst hippadæmið og það bara stofnaði ég stór fjölskyldu og við vorum öll bara ljóstillífunar verur og þetta bara hommi dettur út úr okkar málfari og svo kemur bara leiklisti. Þá að vera bara frjálsræði í staðinn þar sem að hvað myndum að segja, samnyti fólks af sama kyni í lagi en það ekki skilgreint sem að vera hommi eða lesbi. Nei, og ég man það margir af mínum vinum sem voru kannski heterosexuáli eða hvað sem heitir, þeir höfðu áhyggjur af því að þeir væru ekki hommar eða hefðu ekki áhuga. Einhver kom tíminn og sagði, já ég búin að prófa þetta að vera með strák og ég sagði, hvernig fannst þér? Jú, mér fannst bara skeggrótin svolítið skrítin og ég sagði, you just missed the point. En þarna Þetta kom fram í spjalli mínu við félaginn Rúnar Guðbrandsson, hann sagði að hann hefði bara ekki geta fundið þetta í sér. Nei, og það en það var reynt, þeir reyndu, þú veist, það var eins og vantaði eitthvað í fólk ef það gæti ekki verið bara svissa fram og tilbaka. Og en svo eftir hippadæmi þá kemur þetta bara karriérin upp á 76. Þannig að þú hefur ekki verið í svona hommakúltúr. Nei. Ég alveg sleppt, ég verið að gera sýningar án þess að hika það og svona. En í sjálfur kúltúrun hef ég ekki verið í því. En þú sagðist ekki að búið í New York? Ég var í Boston. Í Boston? Já, þá var ég 19 ára. Já. Þá var ég 19 ára. Þá var ég bara þar í 2-3 mánuði af bróður mínum. En þetta, mér fannst samt eitthvað vera í því þegar þú varst að tala á þann, eins og þessi svona ákvörðunum að fara út úr heiminum og tilheyra einhverjum öðrum. Það áttu fyrst og fremst að tala um svona counterculture hippa-kynslóðurinn. Já,
Já. Og við stofnaði grúppu í leikhópi í Danmörku. Ég var nú hent út úr skóla, fer inn í leiklistaskólan, ríkisleiklistaskólan í Kaupmannahöfn og slísaðist eiginlega þar inn, sóttu með vinkonu minni að því hún var að sækja og sagði, viltu ekki sækja með mér? Og ég kemst inn í ríkisleiklistaskólan og en þá ég hippi, fyrst og fremst. Ég að taka allir steg, ég að segja vá og litir og er mér mjög skemmtilega fólki Íslendingakommunum í Kaupmannahöfn og mér þetta hent, mér var gefið 3 viðvaranir og svo mér hent út í lok ársins, eða sérst í lok fyrsta árið á leiklistabrautinni og sagt að koma aftur því að ég var búin að taka mig saman og ég man því að gekk út eftir að hafa talið við rektorinn að ég dansaði göttinu og sagði free at last það var svona venjulega klassískur skóli í raun og veru, leiklistaskólinn Kaupmannahöfn, en þetta var mjög spennandi og þetta var svona vist áfall fyrir þau, einhver sem hafi komist inn af mörg 100 mann sem sóttu skildi allt innu bara, ég bara mætti ekki, kannski þegar ég kem heim úr skólanum, búin í skólanum, kom heim í, við segja, kommununa eða sambýli sem við vorum í, þá voru hinn að vakna og þá var að byrja að vera gaman. Þannig ég var að vaka fyrst fram eftir allir nóttu, heila fram á morgun og fara svo mæti í skólan, þá var þetta vandlast. Þannig að ég man það var svolítið áfall fyrst, sko, en svo bara gera slutin, þú veist, maður ungur, maður ekkert að velta sér bara áfallum við það. Og stundum hefði kemur fyrir, þú veist, ég hef sagt, það er gaman að klára þetta, en þú veist, þú breytir ekki fortíðinni. Nei. Og getur ekki verið sá sem þú ert og breytt fortíðinni? Nei, og þá hefði ég ekki heldur eignast dóttur mín og barnabarnið mitt. Það er bara á hreinu. Ég gerði það stundum að þarna þegar, þú veist, ég að breyta, þannig var að breyta fortíðinni, svona, ef ég hefði nú gert þetta og þetta, og þá segir dóttir mín, nei, pabbi, þú voru dauður AIDS, sem alveg rétt, það sem bjarga mér í raun og veru, að mitt samband við, sko, mikið af þessum hámum sem voru, sko, aktífir mjög mikið í þessum heimi, hámaheimi og svolítið opnir, sérstaklega í Kaupmannahöfn, þeir kynntust mikið af strákum sem voru að koma frá Ameríku og þetta stráfælduð alveg og dó alveg bara hver á fætur öðrum. Ég bara laumahámi á þessu tímabili þó allir vissu sem ég þekkti, þú veist, ég var ekkit að vera ekkit í einhverju samböndum við einhverja kallmenn, ég var í samböndum með konu og þannig ég slepp bara sem er kannski bara ein heppnin í viðbót í mínu lífi. Má ég aðeins fara aftur í æskunni, þú sagði að mamma þín hefði verið túramanneskja? Já. Hvaða árið hafði það á þig? Ég herm eftir henni, það sem það hefur, meðal annars. Hermir hvað, að drekka? Drekka, ég breytist bara mjög mikið í hana þegar að drekka og ég þetta aðar stunningsmaður hennar. Þú veist, það þetta bara átt á milli pappa og mömmu mitt loyalty hverjum ég fylgi ég bandamaður hvers pappi hélt framhjá að því mamma drakk að því pappi hélt framhjá og ég virðist að hafa báða þessa hluti ég segi stundum, ég skil ekki orðið framhjáhald ég bara, ég er að reyna að læra það en ég skil það ekki mér finnst það bara eðlistu hlutur í heimi en þarna og saman með, þú veist, ég erfi bæði drykkjuna og heitt ógeðið þannig að villisuna og þarna ég veit, jú þú veist, ég nota mikið móðu mína í leiklistinni ég nota mikið alkoholistan í leiklistinni, ég nota mikið móðu mína og pappa líka, sko þetta hefur þau áhrif mín þarna ég segi stundum að þú veist, góða við það við sem leikari getum notað okkar tráma, sérstaklega getum notað okkar tráma á sviðinu. Getur lýst hverju trámað fyrir lítinn dreng að koma heim og mamma full? Sko, lengi var hún veik, var alltaf að tala um að væri veik bara. Hún túramanneskja. Lág þá bara upp í rúmi og drakka? Já, alveg eins og ég vildi helst gera líka. Og
hún var þetta sko mjög gáfuð og útskrifuð fyrsti kvenstúdentinn og Norður-Þingeyjarsýslu fyrir í háskóla með Sigurð Nordal og allir þess að gæja til þess að kenna sér og svo endaði hann með því að vera húsmóðir og yfirlæknisfrú og hérna í Reykjavík og hún bara hafði ekki gaman að því. Hún kláraði hún kláraði námið sitt í háskólanum þegar hún var 60, útskrifast í peysufötum, bæði í listasögu og í sögu og hérna rosalega greind, miklu greindari en pabbi og ég að sjá til Finnlands blöð eftir hana mastersritgerðina nefnina BA-ritgerðina og fleira en þarna ég held maður bara, þú veist hafi bara skautað yfir þetta var kannski erfið að því að kom tilbaka til Íslands þegar ég kem aftur hérna 80 eftir að pabbi deyr 98 deyr pabbi og þá hugsaði ég shit, ég seti uppi með hana og hún lifði til sko hún dó 2018 eða 17 þannig hún lifði svolítið lengi ég hafði mjög gott samband við hana mjög oft og mjög náinn henni Þetta líkur henni? Já, ég hugsa það það er líka svolítið mikið að pappa þú veist, þegar ég er alvarlegur og svona þá breytist ég pappa, ég segi stundu þú veist, þegar ég leika alvarleg hlutur og leikja pappa þegar ég leika fyndil hlutur og leikja mömmu Kjartan bróður minn, hann er gakkinn hefur alltaf, en hann vilist hafa sama element sko, við notum mjög mikið frá þeim en þarna jú. En þú sagði tráma, hvað er trámað hérna hjá þér í æsku? Ertu ekki að vísa í drykkju mömmuðinnar? Jú, svo er þetta, þú veist, litlir homatittir eru alltaf kynferðislega misnotaðir, það gerist auðvitað, þannig að klassísk alveg, þannig hvernig maður vinnur úr þeim. Já, ég held ég vinni úr þessu með því að nota leiklistina. Varstu það misnotað sem barn? Já, ég hafi sko, bæði verið held í með brennivíni í fyrsta skipti, asna, og svo hérna misnotaður inn í svefnherbergi á pappa og mömmu. Þetta var sko hérna... Má ég spyrja á hverjum? Þetta var prestur. Hljóma mjög klassískt. Það var prestur. Og ég bara vaknaði við hann að fylla við mig. Og mér fannst þetta sko vissanhátt spennandi. Ég þótt bara vera sofandi. En auðvitað hefur þetta áhrif og ég, eins og ég segi, ég er búin að nota það í sýningu. Þú veist þetta... notaði í sýningu þegar ég gerði Svikarann og svo setna þá Karlsson keyrði hverfi þá ég þá er ég 13-14 ára og Karlsson keyrði hverfið og hérna pikkaði stráka upp og hérna, já og ég hef ekkert hugsað svo mikið það fyrir svona seinni ári en ég notaði þetta líka í sýningu bara nýlega og hérna þá sögu og hérna... Og aðstofnum með sýningu sem að fjallaði svolítið svona ofbeldi í líklega þínu lífi og tengt svona hommum. Já. Og fjallaði að hvað ofbeldi væri litaði mikið líf hommans. Já. Bæði hérna svona í æsku og það fólk kæmi þá svona traumatiserað inni í sambönd sína milli og það getur verið ofbeldi í samböndunum. Já. Mér fannst það ótrúlegt að sjá þá sýningu ég hafði bara ekki pælt í þessu. Já. Ég var að Spáni núna og hérna, ég fer eiginlega aldrei í nudd. Svona, mér bara eiginlega illaði með svona hálf, að vera, fólk nutta með eitthvað, snertifælni segi ég. En þarna, og það var svona mjög sætur kynveri. Og ég svona ákveð bara að prófa hann sætur alltaf og litlu bróðir mín með mér og hann byrjar að nutta og er mjög harkalegur þannig að næstu daga þegar við fórum á ströndin var ég alltaf að kíkja eftir hann og svo síðan ég er bara heilnutt og hann kvelur mig rosalega mikið og hérna og svo segir bara bróðir minn hvernig fannst þér varst ekki fyrir kynferðislegum áhrifum nei, veistu það sem ég langaði mest til það var að segja við hann þegar hann segir hann is it okay? Hann langaði mest til að segja já en leggstu bara við hliðina á mér haltu utan mig og það er eitthvað sko við þessa kontrasta sem ég er ekki ég er ekki BMS ég er ekki hvað kalla það fyrir þarna Þú vilt ekki láta það binda þig niður og berja þig? Nei, ég myndi kannski gera það
en þú veist, þá þarf ég að hafa samskipti við fólk sem er þetta neikvægt en það er sko þessi kvöl og svo þetta að fara upp og svo fara niður, það er þessi kvöl og það er líka með sambandi við líka í leiklistana, þeir getur liðið alveg rosalega illa og mjög oft og lengi, þú veist, akkur klúður að þessari setningu, hvað er að mér? Það að vera, þú getur farið frá og bara, ég manna, þetta hefur Bachmann leikona, hún sagði að hvers getur sem hún færi út á sviði, þá hugsa hún, djöfull var ég góð og ég bara, já, ég ætla að reyna þetta og þú veist, ég hef reynt þetta en þú veist, það er rosalega stutt á milli kvöl og þarna. En þú ert að segja að þú sækir í kvölina? Já, á vissan hátt. Út af einhverju tráma? Að ég þekki það. Að ég þekki kvölina. Ég kann, það komu aftur að, þú veist, þegar ég fekk grímuna, að því ég fer upp og svo fer ég niður. Það fara niður, það þekki ég. Ég þekki ekki að vera lengi uppi. Ég þekki að vinna úr frá kvölinni og það er kannski það sem við viljum að tala í sambandi við æskuna. Ég þekki það að vinna út frá mjög neikvæðum áhrifum og ég veit að ég get klárað það. Ég veit að það var ekki eftir að buga mig þó allt fær til andskotans. Þá mun ég bara breytast í hetju. Falleg sagan í Biblíunni konu Lóts. Já. Það sem að þau eru hérna í Sódómu og Gómoru og búið að nauðga dætru þeirra og berja þau sundur og saman og Guð hérna ætlar að eyða Sódómu og Gómoru en býður þeim að fara því þau voru svo réttsýn. Já. En með einu skilur þau mætti ekki horfa aftur. Já. Og kona Lóts, hún horfir aftur. Já. Af því að maður hérna sækir líka í þjáninguna sem maður þekkir. Já, það er svo erfitt að ganga úr þjáningunni sem maður þekkir yfir í einhverju óvissu og þess vegna breytist hún í saltstólpa sem er sérst fólk sem getur ekki losað sig við þjáninguna eða breytist í alkoholista og það er margir sem ég þekki sko, og heyrti sem getur ekki losað sig við þjáninguna og og ég hef stundum verið þú veist vantað í mig sko samkenndi sambandi við það, þú veist einhver sem sé bara kallmenn sem hafa lent í nú fer ég einhver mjög hættulega brutir en kallmenn sem hafa lent í einhver kynferðislega misnotkun og eru kannski 60 og þetta hefur litað þeirra líf alveg allan tíman og ég hugsa bara get alive, þú veist en það er kannski bara því það er bara munurinn á karakter og munurinn á uppeldi og munurinn á aðstæðum í lífinu að mér hefur tekist að fara í gegnum þetta. Það er margir sem eru með, við getum sagt bara ómeðhöndlaðan sársauka inn í rosalega. Og það er ekki gefið að þú finnur leið til þess að þú ert búin að tala hvernig þú ert að reyna að eyða svolítið fordómanum út úr þér, þú ert búin að tala hvernig þú ætlar að eyða alkohólismanum út úr þér. Já, og homanum. Það eru margir að eyða homanum. Nei, eyða misnotkun. Já, eða lifa við að vera homi ekki hafa skömmi við því. Já, þetta er mínir fjársjóðir. Þetta er það sem gerir mig að þeim listamenni sem ég er veist, og get búið til verk út úr því. En ef að þeir hefði ekki tekið það meðhöndla þá sæti hérna ansi samanhertur grimmur kall. Já. Þú ert að segja það ekki? Jú. Eða hvað? Það var svo að vilja dæma kannski? Nei, ég held... Það er hættur þetta meðhöndla ekki meinin? Já, það held ég. En sko, þú veist, þú þarf kannski að hafa aðstæður ég hef þetta fengið ofsalega góðar aðstæður þegar ég kem fyrir beint til Frakklands eftir stúdentspróf og fannst leiðilegt þar og til mónbílu hélt ég myndi fara að læra eitthvað í frönsku og leikhúsfræði eitthvað svona en þannig að kem til Kaupmannahafnar sendi vinkonu minni Magneu Matthíasdóttur, bekkjarsystur minni sendi henni kveðju og spyr hvort ég megi sofa undir eldavélinni hjá henni og hún auðvitað með greindari manneskjum sem ég þekkt og ég sit hjá henni í heilan vetur og tala allt þú veist að það er það sem hefur svo mikið að segja ég tala og ég á fleiri svona vini sem ég tala og við hlæjum og hluti sem hafa gerst fyrir þig og svona og ég held að það hafi gefið mér rosa mikið það er fólkið í kringum mig sem er tilbúið að hlusta á mig. Sem er leyft að, hvað betur við að segja, gangast við þér. Já, og blása út, gangast við mér og bara segja.
það var dásna, við töluðum sko Guð, við töluðum kynlíf, við töluðum ástina, við töluðum alla þessar hluti og þeir voru fleiri þarna en ég menn hún var svona aðal manneskjan sem bara tók við með sem og hlustaði. Hún leggst í skóla hjá henni. Já. Herðu, þú sagðir áðan hann að hommatittir, að þeir verðu fyrir hérna ofbeldi. Áttu við að presturinn og maðurinn sem kerði hverfið, hann hefði svona spottað þig af því að þú varst hommi og þess vegna séu þið útsettari fyrir ofbeldi eða eru þið sækistið eftir aðstæðum sem að geta falið í sér ofbeldi? Nei, ég veit ekki hvort ég held þessi gerir sér grein þið sjáu það eða hvort þið taka sénsinn á því. Það er presturinn, hann heldi mig fullan. Hann var bara, ég satt við hliðin á honum og hann drakka asna mjög góður fyrir 11 ára strák og hann rétti mér alltaf glasið og ég drakk og ég var endan var hann það byrjaði bara og pappi var sína slæðismyndir. Já, byrlaði mér og pappi setur mig inn í hjónarúm og þar kemur hann inn sko. En þú sagðir þetta á eftir þessa sögu, sagður þú eftir því að hafi sagt að þið hommadittinir. Já, þarna hann bara að, ég veit ekki hvort að, en þú veist það greinlegt að sá sem pikkaði mig upp í bílinn hjá sér, ég er ekki fyrsti homminn sem farið þar upp í sem krakki. Og einhver sagði hann að hann hefði sko mætt á götuhornið sem að bíða eftir að bílinn kæmi, þú veist, unglingur bara. Sóst eftir þessu? Spennunni. Þetta sko spennan svo margslungin, hún líka að þetta bannað. Þess vegna ég segja að ég fannst meira gaman hérna í gamla daga, þegar ég var ungur í menntaskóla. Þetta var svona meira bannað, þetta var leyndó. Það var svona meiri fjöri í þessu. En ekki svona í homma heiminum og hommakúltúrnum sem að þú reyndar hefst að segja að þú hefur ekki verið svo mikið inn í, að það var svona hefð fyrir svona eldri mönnum og yngri drengjum. Jú, og þú veist þó ég segi það sem að þóru alltaf að tala um þetta vegna þess að því að það talað um að hommarnir séu að veiða börn og eitthvað svona, ég veit ekki, en þetta er líka með lesbía, svona eldri konur og yngri. Sko, kannski það bara hjá öllum. Sko það var nú einu sem greindu lesbíum sagði við mig að þarna ein ástæðan fyrir það væri stundum sko þessi munur aldri vegna þessi í gagnkynhneigðum samböndum þá valdastruktúr. Maðurinn yfirleitt ræður, konan undir. Það til þess að búa til vissan valdastruktúr í samböndum þá annur eldri og hinn yngri og ég held að sé sama líka í sko ef allt væri opið og engin vesen og engin fordómar, ekki neitt, þá held ég þetta skipti ekki máli, þá held ég þetta sé bara, þú verður bara, ég stundu sagt sko að ég hef alveg verið til í að vera ástfangin einhver stráki 14 ára bekk og við höfum verið saman og það hefur verið gaman og við höfum bara lifað hamingjusamir til enda. Eða 17 ára eins og máu minn og systir mín, þau hittast eru 17 ára næstu jafnaldrar og eru ennþá saman og mjög yndislega. Þú veist, ef það væri ekki þessi vissa pressa í kringum, ég veit það ekki, sko. Þetta hvernig svona hluti þróast. En ég veist voru að fallega þegar ég sé tvo kallmenn nálægt hvor öðrum í aldri, til dæmis eiga börn saman. Þetta yndislegt, sko. Og og hellingu til að því. Og hellingu til að því. Og það mikið til að því. Og það sko, mér finnst það voru fallegt, og mér finnst líka bara voru fallegt þegar ég sé gagnkynhneigða karlmenn í jakkafötum með bindi halda á litla strák og eru að kissa litla strákin sinn. Þú veist, þetta, pappi kisti mig aldrei, þú veist, þannig. Eða þannig, þú veist, það var aldrei, og ekki heldur mamma, þú veist, ég alin upp við að maður segir ekki svona hluti, þú veist. Þú sagðir ekki, ég elskaði þetta. Nú, ég spurði þig áðan og þú sagðir já. Ég spurði hvort þú hefði verið elskaður. Já, þú sagði að hikaðir ekki við að segja. Nei, þú veist, einhver spurði hvernig mamma mín sagði aldrei ég elskaði. Ég bjóð ekki til mathandaði alltaf. Sá hún ekki alltaf þvottinn þinn. Sá hún ekki að hún gekkst vel í skóla. Sá hún ekki því allan tíman. Þú veist, það var þetta hennar leið til að sýna ástina og með pappa líka. Þú veist, þetta var þeirra leið til að sýna ástina. Og þetta allt gert fyrir mig í raun og veru. Ég sagði þarna leikari, hommi og alkoholisti, en ef ég myndi segja hippi?
Hippi, já. Það mótaði þig. Já, já. Mótaði þig meira heldur en alkoholismin eða það að vera hommi? Já. Já. Þannig að leikari hippi, já. Hommi og alkoholisti. Já, ég myndi segja það. Sko hippin kannski fyrstur, sko. Það er þessi dásamlega bylting sem kemur. Já. Heldur að kannski fólk sem tvítut í dag gerir sér grein fyrir hvað það var mikil bylting? Nei. Nei, ég held ekki. Ég held ekki, sko. Sko, svo verður líka, ég var sagt það stundum hérna, en þú veist, það er líka, þú veist, hverju voru hipparnir hérna á Íslandi? Við vorum öll millistéttabörn og eiginlega efri millistéttabörn. Í kommununni fyrir austan fjall, í Skunknum eða hvað sem að hér, þá var þarna dóttir fjármálaráðherra, 2 læknarsinnir, dóttir eins vekktæktasta leikritaskáld í Íslands, dóttir næst hæsta lögreglustjóra Íslands. Þannig þetta var svona, voru litlu börnin sem voru alin upp þar sem var jafnvel álma, svefnálma, hver átt sitt eigið herbyggi. Og við bara, nei, við viljum það ekki, við viljum bara sofa dínu í einu herbyggi í hrúu, það er gaman. Og þetta fóreldrarinn fengur sko áfall, þá var enginn talaði við fóreldrar þessum tíma og þegar var að fara í gegnum hippatímabili, þá var enginn sem spyr hvernig leið ykkur pappan og mömmunum, allt er bara litla barnir sem við erum búin að gera allt fyrir, búin að fá allt til alls, búin að, veist, hann er bara allt bara, segir bara nei. Forsmáði allt sem við gáum henni. Forsmáði allt saman. Og það var yndislega tímið. Það er þessi tíma, þess að við tölum saman, við erum alltaf í kommunikasjón, alltaf í samtali. Já, líklega því að þið eru að reyna að skilgreina einhvern nýjan tíma. Algjörlega. Já, það er ekkit sjálfsagt. Nei. Og þá þarftu alltaf endalaust að vera að teikna einhvern veginn með einhverjum hugmyndum hvaða heim þú ert að ganga inn í. Já, og hvernig hlutin ganga fyrir. Þetta var bara rosalega gaman. Ég man þetta Örn Karlsson vinur minn sem læknisonur. Hann við fórum eitt og hann í svona kubl, var mikið búið til svona kublar, batikublar, fórum saman í kubl, 1 kubl saman. Og við lifðum þannig sko næstu í heilan dag og það var búið til mat og heldur að ég sé tilbúin þau var að snúa pönnukökunum og alls konar svona tilraunir sko einhvern veginn löpuðum án þess að sjá nokkuð bundu fyrir augun heima hjá okkur í komunni og vorum við svo með músík líka og tróðum eitthvað upp og fleiri en þetta var sköpun alltaf stannslega sköpun. En ef að barnið þitt kæmi og sagt að ég ætla að flytja í komunu fyrir Austafjall, þú myndir segja Já, ég myndi segja. Bara í besta sem hefur komið fyrir mig og þroskað mig hvað mest er að búa í komunu. Myndir þú segja það? Já. Allt annað en svefn álman. Já, Guð minn góður. Ég hef alltaf sagt það sko að því minni íbúð sem fólk á því betra. Þannig að sé bara 1 sjónvarp og þið horfið bara öll á sjónvarp saman, þú veist. Herðu, þér er hent út úr leiklistarskóla og verður náttúrulega að samfæra sjálfa að farið hefur fyrir betra og það algjörlega bara sitja fingurinn og þú fer svo í tilraun svo fer ég bara heim aðeins og fer í kommunur og kenna Bolungarvík, það var kennari 1 ár á Bolungarvík, vetur á Bolungarvík. Ekki kenna leiklist, þetta bara í grunnskólunum? Barnaskólunum? Já, yndislegt alveg. Tók þátt í uppsetningu hjá Leikfélag Kvenfélagsins það árið. En svo fer ég aftur út 76 og þá fer ég í leiklistakennaranám eða ramapedagógik í Herning og komið sem sagt og var komið réttindi sem leiklistakennari og vinn svolítið við það bara næstu árin án þess á sama tíma og ég stofnaði með fólki sem var þarna við fórum 3 frá Íslandi saman og við fengum einhverja Dani með okkur og fleiri og förum að vinna með Óðinleikursinu sem er svona hápunkturinn á tilraunar eða semst laboratóri kallaði eða tilraunar leiklist í Jótlandi og það er sko styrt af nordísk kultúrráð og það var rosalega mikið styrt og það er svona hápunkturinn á þessari leiklist í Evrópu í raun og veru kemur eiginlega frá Grotowski sem var í Pólandi sem var hápunkturinn þá alveg og kynnist þeim og þeirra verkferðlum og hvernig þú veist þau vinna og svona það og ég er í þeim alveg þangað til 81, 2 eitthvað svona og við tróðum upp í Kaupmannahöfn og fleiri stöðum og eitthvað í Skandinavíu. Réttur stað og réttum tíma. Já, þetta var rosalega. Spennandi tími. Já, þetta var mjög spennandi tími. Og unnum svo með alls konar mjög flottu fólki
og fengu peninga til þess að kannski að fá, þú veist, topp rattþjálfara frá París eða En á þessum áru þá eru Íslendingar að fara miklu leyti til Kaupmannahafnar. Það er stór og öflug Íslendinga nýlenda. Já. Og sömuleyti svona krakkar sem eru svona heipakynslóðinni. Já, já. Ég hef spyrðið áðan hvort að fólk sem var kannski 20 dag myndi að gera sig grein fyrir hvað var mikil bylting í svona þessum counterculture kringum heipana. En það að fara frá Íslandi til Kaupmannahafnar á þessum árum, var Ísland óþolandi. Það var gjörsamlega óþolandi. Það var óþolandi. Geturðu lýst því fyrir þann sem ekki upplifði það? Sko, tengdapabbi minn fyrrverandi, hann var fulltrúi lögreglustjóra, yfirmaður leyniþjónustunnar alltaf. Þú varst að spyrja mig á það hvort hann vissi allt um mig, algjörlega. En hann var líka formaður leikfélags Kópavogs, þannig að hann hafði svona vissa virðingu fyrir mér. En einhvern mann ég var að fljúga heim til Íslands og ég var í svona þröngum flauelsbuxum, uppháum stífjölum og var með svona bleikan klútum hárið sem var vafið inn í og einhverjum pels. Og ég mæti á flugvellinni í Keflavík, í Kaupmannahöfn í Kastrup og þar situr tengdapabbi og lögreglustjóri Íslands og ég hefði strax reifa af mér klútin og ég fann að þegar ég kom til Íslands hægt og rólega, þá breyttist klæðnaðurinn hjá mér, bara nokkrum dögum ég var að koma kannski í frí eitthvað svona þá var ég komin í kannski föt af pappa hægt og rólega og þú veist, gast ekki verið öðruvísi Innovation of the body snatchers. Já, þetta var rosalega skrítið Þannig að það var svo mikill félagslegu þrýstingur að vera venjulegur og þú bara, þú veist, að standa í röð eftir að bíða eftir boarding í Kastrup þá byrjaði bara hægt og rólega að stífna upp í kringum að því það var Íslendingar að tala í kringu því þannig að frelsið var við fórum út bara til þess að finna frelsið til að geta andað til þess að geta andað í raun og veru Hefur þetta skánað það? Með Ísland? Já mér fannst Laugarneskirkja rosalega ljót Reykjavík rosalega ljót ég var líka bara andrúmsloftið í sjálfu mér núna ég elska Reykjavík Laugarneskirkja dásamlega falleg og já og ég bara rosalega hrifinn á Íslandi og ég held að sé það kannski ekki breyst í Ísland þannig séð Kaupmannahöfn líklega versna Já, komum við daginn með versna og ég horfi út úr glugga ég veist að fundum niður í miðbæ við Tjörnina og ég horfi yfir á Skálholtsstíginn og ég fæddur á Skálholtsstíg og ég hugsa bara, þú veist, já, þetta er mín rót hérna í raun og veru mér líður best hérna Það er mikil breyting á bara samfélaginu á Íslandi Já 1970 og 2025 Já Og í hverju felst hún? Hvað breyttist? Ég veit ekki ég veit bara með sjálfa mig, ég er meiri hluti af þessu samfélagi þarna 1970 þá ég bara í lokuðum hóp það bara lokið ég labbaði aldrei niður Laugaveginn nema ég var í svona 5-6 í kringum mig ég var alltaf valdaður meðs í menntaskóla þá ég valdaður stelpunum sætu stelpunar, skemmtilegu stelpunar ég alltaf í kringum hommana við náum þeim alltaf þannig ég hreyfði mig ekki á þess að vera í hóp en núna finnst mér bara gaman bara að labba Laugaveginn eða labba í Fossvoginum Þú ert náttúrulega ekki óg við samfélagi eins og varst þá við klæðarbörð og fas og annað Þú ert bara eins og hver annar eldri maður Já, eldri maður Ég segi stundum að ástæðan fyrir ég fæk grímun og svona laða og ég fólk tala vel og svona það vegna að sér ekki, þegar horfur á mig þá sér það ekki tipp í rass bara það fekk ég fyrsta snudd það er svona eins og gamall geldur köttur og það er bara allt í lagi en þarna ég finn það hefur breyst rosa mikið viðhorfið gagnvart mér. Ég held að sé hluta að ég án eldri. Ég er bara 75 eftir nokkra daga. Að ég sé eldri og ég er ekki sama ógn og ég var. Eða hlutin hafi breyst. Heldur það sé ekki frelsisbarátta hommana? Eða hvað hefur kallað réttlætisbaráttu? Jú. Mörguleiti og sýnileiki og alltaf mörguleiti. Mörguleiti, en þú veist, ég kemur leikhúsið er mjög homofóbist starfsemi eða starfsvettvangur í raun og veru að það er svo mikið samkeppni að það er, þú veist
Ég fann það strax og ég kom alvarlega út úr skápnum, vissu þetta allir í leikhúsheiminu og ég væri hommi en þarna skilgreindu mig sem homma en svo þegar ég kem opnur út úr skápnum og þá var ég orðin fastur á hann og var á góð hlutverk og svona aðalhlutverk þá breytist rosa mikið, ég fekk kannski 2-3 skítapillur á dag í sambandi að vera hommi og inn í leikhúsinu og það breytist líka bara sko hlutverka og ég breytist sjálfur, ég var óöruggari og ýmislegt sko Pappa og mamma voru þau sátt við að vera hommi? Tölum aldrei það Aldrei? Nei, þau voru sátt við það ég aldrei var pappi mjög fyndi að því pappi var sko með kynfræðslu barðist fyrir kynfræðslu í skólum þannig að þetta var mjög sérstakt En það var ekki kynfræðsla samkynið? Nei en við töluðum aldrei það En báðu vissu það? Þannig að það er svona samkomin Já, þú veist, fólk talaði ekkert þetta þú veist, á þessum árum þá var ekkert verið að tala þetta þú talar ekkert vissa hluti Maður heyrir það stundum hjá samkynniðu fólki að það að fá viðurkenningu foreldrana skiptir máli þessi svona hluti af þessari svona viðurkenningu þú kannast ekki til það? Nei, allavega ekki þannig að þú veist að ég hafi eitthvað verið að baka mig ég þegar pappi deyr þá er ég í sambúð og og ég vísa hættir í sambúð þegar mamma deyr en það er svo stutt síðan sko En barnsmóður þín Já, hún er bekkjarsystir mín við erum búin að þekkja síðan við erum 17 ára og hún vissi að þú Já hommi Já, strákagreið upp á, hvað heitir það, höndina Já, upp á kallhöndina en þarna strákar voru grenjandi í fanginu á henni út af mér og ég var grenjandi út af strákum í fanginu á henni svo bara slysið voru bestu vinir svo bara slysust við að byrja saman og búið til barn og það var tímabili nokkuð langt tímabili sem ég var mjög skotin í henni og hefði þú veist kausa hana frekar heldur en stráka og erum í dag mjög miklu vinir erum að fara að sækja hana núna og við eigum þetta barn saman kannski þú veist kannski Guð hafi sett okkur saman til að búa til það barn þú veist ég veit Þú ert ánægður með þann tíma og ánægður með barnið? Já. Barnabarn? Guð mig góður. Við búum í sama húsi og þó ég og barnabarn séum alltaf samkeppni hver fara aðteklina það alltaf. Og þú ert svona oftast jákvæður, sáttur? Já, ég leitast alltaf til þess. En kannt að brjóta þig niður? Minna. Núna er ég komið með plattan sko, grímur plattan viðurkenninguna ég var fyrst við hann bankstall út í horni nú er ég búin að setja hann upp á vegg inn í svefnherberginu mínu þannig þegar ég vakna og segi ég nennis ekki þá stendi ég upp og horfa á plattan og segi já, kallni gall þetta Og þú ert sattur við þetta að fá svona viðurkenningu frá þínu fólki? Já, í dag, ég var algjörlega mótið svona tímabili Kannski það allir sem að fá ekki velunir á mótið Já, en við vorum leið og fær velunir þá verður þú að klára Já, en við hipparnir vorum voða mikið mótið það var alveg lagt niður allt saman en nei, mér fannst það bara rosalega gott og líka að og fólk tók mikið eftir þessu og svona segja hæ og takk og æðislegt Já, og ég þarf bara að læra það þú veist, núna segi ég bara já, takk Ég held að þetta sé stundum þetta þannig að maður sér svona einhverja stemmingu að ég held að þeir sem að voru að veita sér velun hafi verið og ánað með því að veita þér velun. Já. Það hafi verið svona... Já, ég held það líka, ég finn það. Já. Og það er kannski... Það fundu fyrir mikilvæg væntuþykju í kring. Já. Segi þetta sé ekki svona live achievement award, en að einhver leiti var svona eins og leikuseiminum þætti gott að taka ofan fyrir þér. Já, ég held það. Og ég er svona stundum að segja já það er því að gamall en þú veist það er bara ég er búin að gera mitt ég er búin að gera sitt og ég er búin að kenna mörg á þessu fólki líka þannig að já og ég á þetta erfitt með að taka svona eins og segja núna með fólki þykir væntum mig ég á erfitt með að taka það en ég reyni bara að brjóta mig Nei, þú ert ekki erfitt með að taka rósi Hvað er þetta að gera sem það er að klappað Svakalega Þetta er erfitt þegar að klappað Það var nú reyndar í þessari sýningu sem á fyrst velum fyrir því að fóruðu bara Já, ég kom því í gegn
ég sagði, í flottu leikhópun út í heimi, þá ekki framkall. Þau tóku það hægt og rólega til sín. Mér finnst, þú veist, ég vil helst bara koma og sýna og fara og búið. Eða, þú veist, þannig vil ég best. En það kannski... Þeirra komin út í stræt og þeirra fyrsti gestur bara út úr leikhúsinu. Já. Sem mjög skrítið, því mér finnst mjög gaman að hafa samband við áhörundur, en þannig að mér finnst óþægilegt að því ég þurft að sjá sjálfa mig allan tíman. Þegar þú ert að hrósa mér, þá gerist eitthvað sem ég hef ekki stjórn á. Og bara frá ég lítill krakki, þá hef ég alltaf haft stjórn á. Nema því ég missi stjórn og ekki og verði alkoholisti og brjálaður. En ég tekist að stjórna aðstæðum. Af því ef ég stjórna ekki aðstæðum, þá fer allt til andskotans. Þannig að þú þarft að hugsa áður þú mætir einhvers staðar? Þetta ekki bara einhverjur eða eitthvað? Jú, ég vona það. Ég held það. Við getum bætt því á listan. Herðu, ég veit að þú ætlar að skutla batsmóðin í fótsnýstingu og það ekkert betra sem maður getur gert á þessum degi heldur en að gera það akkurat það. Takk fyrir að gefa tíma til þess að koma hingað og segja frá þér. Já, takk fyrir. Og við þakka ykkur kærlega fyrir sem að vera að horfa og hlusta og breytta þessu spjall okkar í fjölmiðlum. Hérna framundan úrval vikunar og svo ykkur helgadagskrá. Hvet ykkur til þess að fylgjast með samstöðunni, annars segi ég bara góða helgi.